Góðan daginn og velkomin í þátt númer 98 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Í dag er miðvikudagurinn 28. október 2020. Ég þurfti að hugsa mig að því ég er að styðjast við gamla punta. Ég tók upp þátt 21. október en hljóðið klúðraðist í honum og ég hafði ekki tíma til þess að stökkva til og gera annan þátt en ég setti inn tilkynningu vinningshafa úr afmælisleiknum sem ég var með hérna og það var hún Sigurlaug Guðmundsdóttir og hún hafði strax samband og pakkinn er að öllum líkindum komin í hennar hendur og ég vona bara að hún hafi verið ánægð með það en þetta var svo að hérna, ég náði ekki einu svona sýn ykkur hvað var í þessu almennilega. Þetta var verkefnataska frá mér, 2 hespur af gatni frá, það stólu úr mér, afsakið. Ég setja hérna á skjáin ef ég næja mokaði út úr hausnum á mér, það er mikið að gera í hausnum á mér. Og hérna litli merkimiðar til þess að setja á verkefnin og 2 svona hólkar til þess að setja utanum hespurnar ef þú ert að draga gatnið innan úr þeim svo að það fari ekki út allt í verkefnapókanum. Já, mér minnir að það hafi verið allt sem var í þessu. Og ég vona bara að já, þetta var álfagatn, hérna kom það. 2 hespur af álfagatni, ósalega fallegar og þetta var blanda af Merino og Bambus, mjög spennandi blanda. En það er búið að ganga á ýmsu og ég tala bara það hérna í restina og það bættist náttúrulega slatti við af dóti í kláru og alls konar af því að af því það er komið vika síðan að þessi þáttur átti að fara í loftið og þrátt fyrir annir og aðgerð og allt að þá náði ég að gera bara slatta sem á að gegja. Ég þurfti verulega á því að halda að geta gleymt mér við handavinnuna. Nú, mig er annars að finna sem Helga A71 á Instagram og Ravelli og svo er ég með like-síðuna Sokkasnákar Helgu á Facebook og það er allt komið á fullt líka aftur þannig að ef ykkur vantar snáka fyrir jólin til þess að græja sokka eða eitthvað og vil ég spara ykkur tíma að þá get ég græjað lengjuna og þið setjið inn stroff, hæl og tá og þið sendið mér bara skilaboð í gegnum Sokkasnákar Helgu á Facebook eða Instagram. Ég er líka með Instagram síðu fyrir Sokkasnákarna, það er Sokkasnákar og svona ég get svarað, ég er alveg málhölt í dag sko. Lína svona niður á milli orðana, Sokkasnákar, Lína, Helgu. Ég verður örugglega búin að setja líka hérna á skjáinu svona ef ég man eftir því. En þá bara vindum við okkur í klárin og best að bara byrja á Painting Bricks sjalinu. Það er loksins tilbúið og ég get loksins farið að nota það og ég get ekki beðið. Það er svo fallegt. Og svo var Stífinn að gefa út nýja sjalaöskurt í gær. Ég er náttúrulega búin með Leni Prjóns sjalið og það er í myndatökum. Svo fæ ég það og þá get ég aldeilis monta mig af því. Það er líka sjúklega fallegt. En mér þykir alveg sérstaklega vænt þetta. Þetta er allt úr hespum frá yndislegu vinkonum sem ég fékk í jólagjöf. Var það í fyrra eða hitt fyrra, ég maður það ekki. En það er alveg tonn af ást og góðum hugsunum og umhyggju í þessu sjali. Hugsaði til allra þessara frábæru kvenna á meðan ég vann þetta. Og ég er nú búin að tíunda svo oft áður hvað er í þessu. Hvaða litur og svoleiðis, ég bara manna alls ekki núna og er búin að ganga frá því öllu. Og ég ætlaði að nota tíman og meðan ég væri að jafna með eftir aðgerðin á hendinni í að
gera græn og rafeli. Svo ég bara að fljóta að jafna mig í hendinni og svo kom bara upp óvæntur atburður sem ég segi ykkur frá eftir sem olli því að það er allt ennþá í klessu hjá mér og rafeli. Nú, mér langaði líka sjúklega að gera húfu við sjalið úr afgöngum af sama gatni og þá var nú bara tilvalið að skella í Painting Bricks húfu og ég ætla að labba trú eftir og ég ætla að vera með þessu. Ég held að sé akkurat rétti kuldin fyrir tvöfalt DK eyrna, þannig að það er alveg fjórfaldur spotti hér yfir eyrun mín viðkvæmu og bara love it. Og ég kláraði alveg aðalitin og fór þá bara yfir í næsta. Þannig að þessi mosagræni er búinn, þannig að í staðan fyrir að hann sé áfram á milli eins og í sjalinu þá tók bara hinn við sem er hér og ég notaði þá þessa 3 til skiptis. Þannig að þetta alveg flúttar vel saman. Rosalega ánægð með þetta, geggjað að nota afganga í þetta er tvöfalt. Sem sagt já, ég eftir að klippa spotta, ekki týst ég gera. Tvöfalt fingering í þessu eða DK grófleiki. Þannig að þessi var bara nánast gerð á kvöldstund, minni mig. Síðan er það hinn dásamlegi vörðuklettur eftir Döggu í litlu prjónabúðinni. Þetta er svona eins og langur trefill. Rosalega ánægð með þetta líka. Elska þessa liti. Ég elska bláa en ég get ekki verið í því næst mér. Ég er svo skrítin á litin. En þetta gengur. Það er svona. Og þetta er The Uncommon Thread, þessi blái. Og hitt er dröfn frá Vatnsnesjarn. Ég var líka búin að ganga frá þessum hespum og það er líka stólið úr mér hvað þessi heitir. Já, en ég talaði örugglega um það í síðasta þætti sem ég gaf út, þætti sem 98 ef ykkur langar að finna það út. Eins og heyrið þá er ég bara alls ekki hjálpsöm með svona hluti akkurat núna. Og það verður bara að hafa sig. Ég ætla ekkert endilega að fara að taka upp núna en ég var bara í góðan gír og ákvað að gera það. Þá er ég búin að sýna ykkur það sem ég var búin að klára fyrir viku. Og þá var þessi peysaverk í vinnslu. Bara komin eitthvað hingað og já, ég var bara rétt byrjuð þegar ég sýndi ykkur hana síðast. Ég var komin hingað sko þegar ég tók upp í síðustu viku. En núna er hún bara tilbúin. Þetta er Metropolis eftir Tanis Fiber Arts. Hún er sérst prjónuð á röngunni, þannig að maður er að prjónast létta prjónið. En svo snýr maður henni við og gengur í henni á röngunni. Og það er þetta svona smá details sem að brjóta nú svolítið upp en annars er svona gefin í uppskriftinu svona regla því hvernig maður marlar þetta. Ég bara, fyrst við getum ekki brotið sóttvarnalög, þá breyti bara þessar reglur í staðinn og gerði bara eins og mér sýndist. Og ég notaði held ég þau upp á staðið sennilega 7 liti. Mismunandi. Ég blandaði bara sitt og hvað. Og ég notaði þetta er efst frá Héraði. Kunnulegt. Já, frá Héraði er hér. Og það er Rómantík. Ég ætla að ganga frá þessu í
í hérna hilluna, í afgangahilluna og Dr. Dye-Work Still Sounds Good liturinn. Og Vatnsnes ofboðslega frægur. Hann hérna í þessu part. Og Undercover Otter Jamie Lee. Hann hérna með ofboðslega frægum á þvælingi. Ég notaði Life in the Long Grass, heitir Bouquet og frá júlíklúbnum þeirra. Keypti þetta á Garnbíti síðunni og notaði hann hérna neðst í. Gaman að fá smá svona pop. Svo var ég með þennan hérna. Þetta var ómerkt hespa, minnum alveg örugglega. Og svo kláraðist alveg einn. Þannig að 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ég nota 8 til þess að lita þetta og það var náttúrulega fullt af endum að ganga frá en það var bara svona hvort og 2 góða þætti og þá var það mál afgreitt. Mér leiðist ekkert rosalega frágangur. Það þýðir bara það að ég sé búin með verkefnið og get fara að byrja á einhverju nýju. Og síðan eitt jólasokkapar. Og þetta úr sokkaprjóna vélinni minni. Og þetta Stranded Dye-Works Nautilist liturinn hennar. Og ég var bara með hvítt stepp sokkaband í þetta og ég prófaði að gera hælinn sem að Amy frá Stranded Dye-Works gerir á vídeónu sem að ég hef oft sendt konum sem spá í hvernig snákurinn svo brotin upp. Ég hef verið að prófa að gera djúpa hæla og venjulega hæla. Þessi ekstra grunnur. Ég nefnilega alls ekki með háa rist. Og ef ég geri hælinn of djúpan þá vil þetta bara skrolla svona yfir ristin á mér. Þannig að mögulega þetta hælinn minn. Það bræði að því maður mega fljótur að gera hann. Þetta færri umfyrir enn í tánni. Og já, eftir að þvoða ég var bara að klára að seint í gærkvöldi og máta á svo þegar ég er búin að þvoða. En þetta þá 4. jólaparið mitt sem tilbúið af einhverjum slatta, en hver að telja. Nú, já. Í síðustu viku var það peysan sem var í vinnslu og önnur peysa. Ég geymdi geggjaða pókanum frá henni Eddu í Garðbúð Eddu. Algjörlega elska hennar póka. Og ég að styðjast við The Everyday Sweater uppskriftina. Og að gera hérna úr þessu geggjaða Húblu Bubbles Pride 2020 litnum frá Kristínu í Vatnsnes. Og ég að nota Helical aðferðina og með þessar 2 hespur sem að rótirast á milli umferða. Og þetta bara mjög svona hefðbundin, þú veist. Hefðbundin prjón. Það alveg slatti í að ég geti farið að
setja ermarnar á aukaband og halda því áfram með búkinn. Og svo er ég enn að veltaði fyrir mér hvort ég eigi að hafa hana á röngunni, þá hún tilbúin, eða réttunni. Ég hef ennþá alveg tækifæri til þess að pæla því. Og þetta er bara svona voða þægilegt prjón. Og bara, já. En á því ég búið með þessa, þá þýðir það að ég þarf að ná í eina af gömlu sem ég var byrjuð á peysunum og halda áfram með það. Og ég ætla að halda áfram hérna með Felix cardigan úr Dropshare. Ef það er ekki tími til þess að vera í einhverju hlýju og fallega liti núna, þá er það. Þá er það ákveðið. Ég var ekkert búin að ákveða það. Ég er bara að ákveða núna. Hitt verkið í vinnslu er svo From Grandma with Love, dúllurnar. Ég átti að gera, held ég, eina ef ekki 2 gráar í viðbót. Og þá á ég þessa 2 liti eftir. Og þá raða ég teppinu upp og sé ef það vantar dúllur inn í til þess að ég geti fullnýtt þessar lituðu, þá ætla ég bara að gera það úr hvítagarninu. Og hérna, mér langar alveg sjúklega, ég segi þetta alltaf, að vera búin með þetta fyrir jól. En ég ætla ekki að segja fyrir hvaða jól. Sjáum til. Þetta sjálana sem að Stephen gaf út í gær, það trufla mig alveg rosalega. En, ég ætla að reyna að vera stillt og klára það sem ég er að gera. Nú, hvað datt í pokann? Ég rak nefið inn í Gallerí Snotru. Af því að nú er ég komin í svona semi-einangrun, af því að dóttir okkar er að vona á sínu 3. barni. Hún þarf að eiga það í Reykjavík vegna flóaveiki og við erum að bara hamast við að passa okkur til þess að þetta gangi allt saman upp, af því ég verð með börnin hér á Akranesi heima hjá þeim þegar að þetta skellur á. Og svo náttúrulega er okkur farið að dauðlanga að hitta tvíburana okkar. Við megum reyndar, þú veist, alveg fara og horfa á þá, en þú veist, en megum ekki koma við þær og það er bara sjúklega erfitt. Voru þær, maður sjá, hvernig tók ég upp? Já, sem sagt, síðan ég hitti ykkur síðast, þá er ég búin að eignast tvíbura. 5. október komu 2 dásamlegar, fallegar og heilbrigðar dömur í heiminn. 2800 grömm báðar og 47 sentimetrar, tvíeggja og bara gengur ótrúlega vel. Bara yndislega fallegar og allt það. Og amma er alveg að drepast yfir því að fá ekki að hnoðast í þeim. En það styttist í það. Það er verið að koma þeim upp í fæðingarþyngd og aðeins svona að styrkja þær og hérna. En þú veist, auðvitað erum við bara að verja krílin okkar fyrir þessari pöttu þarna úti. En talandi að vera komin í svona að passa mig enn meira en ég er búin að vera að gera, að þá náttúrulega þurfti ég að fá mér eitthvað fallegt til þess að blaða í og svona. Og ég fór inn í Snotru og þar var þessi dásend komin á borðið. Og ég bara, satt skal segja, ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að blaða í gegnum hana. Segja eitthvað frá því og eftir. En ég náttúrulega blaðaði lauslega í gegnum hana og eins og ég sjá, ég er hérna svolítill garnbókaperri, þetta er ekki allt, þetta er bara svona, þú veist. Og ég á nokkrar úr þessu, frá þessum hérna. Nei, ég á nokkrar bækur eftir þessa hönnuðu frá Klompe Nompe. Og síðan var hún Lína að fá nýtt garn, danskt.
Mohair Tweed. Þetta er 70% Merino lamaull og 30% mohair. Lammeúð, það er ekki lama, eða er það lambsull? Ég veit það ekki. Og í 100 grammunum eru 400 metrar. Og þetta minnir mig pínlítið á þeir sem þekki Holst, að það er ennþá svona lanolíum fita í því og Lína sýndi mér, hún búin að brjála stykki úr því og þegar hún þvoði það blómstraði það brjálæðislega eins og Holst gerir. Og ég sá strax fyrir mig vörðuklett, en þetta er of líkur bláa litnum, en ég ætla að gera eitthvað geggjað úr þessu. Ég veit ekkert hvað, mér bara fannst það fallegt og langaði í þetta og keypti það. Kannski þegar ég fæ mér meira af þessu. Svo pantaði ég mér aðeins svona vorkunnargjöf frá Kristínu Vatnsnes og það er á leiðinni, eða er í pottunum hjá henni, ég veit ekki, það var bara gaman þegar það kemur, en ég splæsti á mig þarna setti í sambandi við bleikan október hjá henni á nokkrum liturum og íslenskum hönnuðum sem er að gefa ágóða af sölunni til rannsókna á krabbameini og mér finnst það bara tilvalið. Ég náttúrulega er frekar bleik, þannig að þetta hitt í mark. Svo fikk ég dásamlega gjöf frá Kanada, frá henni Judith vinkonu minni, sem við ætluðum að ferðast með hérna á Vestfjörðunum í júní, en það breyttist allt og við hittumst bara síðar. En ég var búin að útbúa, þú veist, ég var búin að gera sjálfhandinni og búin að vera svona sank að mér til þess að gefa henni þegar hún kæmi. En svo var það alveg ljóst að þau voru ekkert að fara að koma og þá bara skellti ég í pústilnar og ásamt svona íslensku súkkulaði og svona. Og hún og maðurinn hennar er mikið svona gúrmei fólk og ég efast ekki að það hefur verið súkkulaði frá Omnum hefur verið nartað í með eitthvað rosalega góðu rauðvíni sem hefur smellpassað við. Og svo kom pakki frá henni og í honum var ýmislegt. Ég held alveg örugglega að ég sé með allt sem hún sendi mér. Mér er svo umferðum hespa sem var ekki frá henni. Ég er bara, þú veist, pínu ryðgu upp hvað er búið að gerast síðustu vikurnar, en ég er nokkuð viss að þetta er allt sem að koma og þetta er nú heldur betur meiri nóg. Í fyrsta lagi er þessi fallega, haustlega svona vintage look verkefnataska og þetta er frá The Kitchen Sink Shop og þetta er allt kanadískt handverks fólk og í því var gard frá richard.com frá Kanada og þetta er 80% merino og 20% nylon, tæplega 400 metrar í 110 grömmum og þetta er kanadískt og mjög helgulegt og mjúkt og dásalegt. Og fleira frá richard.com. Þetta er allt superwash merino 65 45 grömm og 206 metrar í þessari hespu og þessi heitir Torrid Affair og síðan eru 65 grömm í þessum tveim og 206 metrar cirka. All That Glitters er þessi efri
og Chrysanthemum er þessi neðri. Þetta er bara geggjað. Síðan þetta er algjör bilun sko. Þetta er hérna næstu kíló af garni. 110 grömm af garni frá Topsy Farms, worsted, pure sheep wool og þetta er Sustainable Tourism Certified og Topsy Farms er sem sagt kanadískt og þetta er allt þessi worsted frá þeim. Þetta fer í eitthvað geggjað og síðast en ekki síst þá er það líka svona í fingering 110 grömm hespa og þessi bara beint af kindinni og síðan eru 2 hespur og hún sérst fekk sér líka ólitað hún Judith og litaði annað með avokado og hitt með turmerik. Hún hefur bara verið með mig í huga þegar hún litaði þetta. Það er alveg æði. Þetta verður eitthvað fyrir eitthvað sérstakt verkefni. Þetta er sérst sami grófleiki og þessar hérna. Juicy. Og svo hérna. Jesus Christ. 10 hespur í taska, það er ekki í lagi með kona. Jæja, en ég er hins vegar gríðarlega þakklát. Hérna megin á hinum megin við hafið. Nú, já, ég ætla bara að halda áfram með þetta. Ég bætti þarna við einni peysu í partíð og svo er ég að grípa í teppið og sokka með. Þegar það er eitthvað léttara í hendurnar. En já, 16. október fór ég í handaaðgerðina. Það er hérna og er að fara saumatöku á eftir. Þetta gekk rosalega vel. Hún tók samt lengri tíma en áætla var af því að ég náttúrulega get ekkert verið venjuleg með þetta fyrir eitthvað annað og hérna en það var þess að bæði miklar æðaskemmdir, æðaþrengingar og svo losaði hann upp sína slíðurinn af þessum sem að þurfti að losa upp og það held ég hafi verið allar og hérna það sérst er taugaskemmd í löngtöng þannig að það er hæpið að ég fái alveg tilfinningu í hann aftur en það er alltaf hinn er að byrja að lagast en þetta getur tekið alltaf 12 mánuði að koma fram og þetta er 6 cm langur skurður 12 saumar en rosalega bara snyrtilega gert. Þetta er bara skorið faktist í bara það sem að það er ekkert verið að búa til nýja línu. Það er bara farið í ykkur gamla krumpaðana. Og þetta hefur bara, þú veist, ég var strax duglega að hreyfa það náttúrulega ennþá mjög bólgi og svona en það er líka búið að ganga rosalega mikið á að því að á þriðjudaginn áður en ég fór í aðgerðina þá var ég myndi að koma frá Lindu vinkonu minni, henni Hip Hip Barbanett í Reykjavík og er bara rétt komin út í bíl þá hringi pabbi minn í mig og segir mér að það sé verið að flytja mömmu á sjúkrahús. Hún hafði byrjað að veikjast svona, þetta var sérst á þriðjudegi og fimmtudeginum á undan þá byrjaði hún að veikjast og það héldu allir þetta væri bara það hefðbundna hrjá hana. Hún var gjörn á að fá þvagfærasýkingar og svo var hún náttúrulega með beindrep í munninum sem gekk samt orðið mjög vel að meðhöndla og hún var bara að í rauninni átti að fara dett í síðasta eða næst síðasta tannlæknatíman til viðeigandi sérfræðings nema að þá var hún sem sagt orðin það meðvitundarskert að það var ákveðið að flytja hana á sjúkrahúsið til frekara rannsókna og þar í rauninni kom ekkert sérstakt í ljós. Það var reynt að ganga eins langt og hennar leyfi gáfu og við pabbi förum saman til hennar á miðvikudagskvöldinu og þá var hún komin í utanáliggjandi öndunarvél og
og virtist alveg líða vel þá, en við vorum spurð hvort að hún væri með eitthvað sérstakar óskir og við svona einbrum lauslega á því svo þau hefðu eitthvað til þess að fara eftir yfir nóttina af því að gögnin hennar sem eru útbúin innan 2 vikna eftir að ferðin á dvalarheimili virtist hafa glatast sjálfsagt einhvern tímann þegar hún flutt svona bráðveika á sjúkrahús og þannig að hennar óskir voru ekki til lengur niður skrifaðar á blað en sem betur fyrir var hún búin að ræða þetta við okkur öll systkinin og pappa og við sögðum það að það væri hennar ósk að það er ekki gengið lengra en það sem var gert þarna þetta kvöld og nóttina þurftu við að taka hana úr þessari véla því henni var farin að íþyngja henni og þá er í rauninni næsta skref að setja henni í öndunarvél og þá vildi hún alls ekki og þannig að á 50. erum við systkinin og pabbi hófu saman á fund og þar er bara ákveðið að setja hana í líknandi meðferð og á laugardeginum á hádegi kvaddi hún okkur og þannig að það sýnir bara að hún var bara miklu veikari en okkur gerði sig grein fyrir og og það var bara mjög fallegt og friðsælt en þetta var samt rosalega óvænt þó hún væri svona mikill sjúklingur að þá var þetta samt skellur að þetta bar svo brátt að og í gær þá jörðum við hana í köldu og fallegu veðri og bara algjörlega athöfn í hennar anda fullt af bleikum og hvítum blómum við reyndum sem flesta að vera ekki bara í svörtu hún var mjög litaglöð og alltaf ef ég prjónaði eitthvað sem úr litum sem var mér þótt fallegir eins og bláu og svona þá hún var alltaf til að þykja það og var minn helsti eða var bara minn mesti aðdáandi í sambandi við handavinnuna og horfði alltaf á þættina mína og í COVID-inu þegar einangrunin var sem mest inn á höfða þá var hún byrjuð að horfa á þættina upp á nýtt bara til þess að drepa tímann og þannig að ég er búin að við þurftum náttúrulega að tæma herbergi hennar bara og gerðum það bara strax á daginn eftir andlátið og fluttum það allt saman til pappa og nýttum svo vikuna í að fara smám saman í gegnum það og erum nánast við erum búin með allt þetta stæðsta þannig að það fyrir pappa er ekki við náðum að gera þetta allt fínt hjá honum aftur og svolítið þannig að það væsir ekki hann í búðinni sinni og ég sótti náttúrulega mikið af því sem ég hafði gefið henni en ekki nærri því allt ég ákvæðlega bara systkinum hennar eftirlifandi 8 að gramsa sig gegnum eitt og annað eða við systkinin og svo fór bara restin í Rauða krossinn eða fer þannig að þetta já og sennilega hefur síðast þáttur klúðrast bara einfaldlega ég var í miklu uppnámi til þess að vera að gefa út eitthvað almennilegt vídeo þá þannig að það er já mikið búið að ganga á og nú er bara tekum við bara tíminn að sleikja aðeins árin og minnast hennar og halda bara áfram hugsa pappa og fjölskyldunar okkar og njóta barnabannana og vona að að við förum að ná tökum á ástandinu þessum heimsfaraldri að þetta var rosalega erfitt sko, þetta var náttúrulega alls ekki kyrrþey en við þurftum samt að bjóða fólki þú mátt koma, þú mátt ekki koma þú er að horfa á þetta bara á YouTube og þú veist, það var ömurlegt af því að hún var svo rosalega félagslynd elskaði að hafa fullt af fólki í kringu sig þannig að systkin hennar þau héldu sína erfidrykkju heima hjá einu systkinu og við hittumst semst á milli kistulagningar og jarðarfarar heima hjá einni systurdóttur minni sem var heima bara við hliðina á kirkjunni þannig að það var mjög þægilegt geta töllt bara þangað yfir og slakað á og svo eftir jarðarför þá komu öll hingað til mín og þarna
einmitt blómvendur sem ég að fara með pappa á eftir sem við vorum með í kirkjunni. Og áttum bara notalega stund saman þrátt fyrir allt. En það verður haldin drottningaveisla seinna. Og þarna fyrir aftan blómvendinn hattur og veski frá mömmunni. Mamma mín var, já, bara drottning. Það var mikið af höttum og fallegum veskjum og svona og við systurnar og bróður minn völdum okkur einn hatt hver og restin fór svo til systkina mömmu sem að velja sig líka og það verður haldin sérst hatta og drottningaveisla þegar við erum búin að sigrast á pöttunni og úlegu. Já, þannig að svona fórum sjóferð þá. Þetta búið að vera bara ég sem ætlaði að fara að komast í rútínu með þetta en ég ætla ekki að lofa neinu. Það verður bara surprise næst þegar ég birtist hérna. En já, svona var þetta bara og ég ætla að fara að haska þessu vídeói inn í tölvuna og hlaða því upp og koma því út til ykkar. Það er saumatöku. Og já, ég fer í aðgerðina á föstudegi í hádeginu eða eftir hádegi ekkert hjá hann. Ég var með þess að vakandi, fekk 2 parataps og var svo bara staðdegið og fekk að sjá inn í hendina á mér og allt sko. Þetta var í yndislegum höndum, þekki náttúrulega allt starfsfólki upp á Akranesi, hefur unni með því og því miður þurfti að nýta mér þjónustu þeirra sem sjúklingur mikið í gegnum tíðina og þau vissu að aðstæða mínu með mömmu upp á næstu hæð og það var fylgst með því líka fyrir mig á meðan ég var þarna því að þetta átti að taka max 40 mínútur inn og út en ég endaði þarna hátt á annan tíma og þannig að það var farið upp eða hringt upp fyrir mig og án þess að ég bæði það bara til þess að aðtók hvort það væri ekki alltaf og þetta er lúxusinn við að búa í litlu bæjarfélagi þar sem allir þekki alla og vilja gera allt fyrir mann á svona stundum. Og þegar ég uppgötaði á sunnudagskvöldinu að ég gæti nú bara setið með prjóna. En ég fór voða varlega þetta. Ég var kannski bara gerði nokkra lykkjur og svona hingraði eins og sjá hvað myndi gerast og það var alltaf læg. Svo ég gerði fleiri lykkjur þegar ég var búin að vera að stoppa í svona korter og svo bara ég er ekki komið alveg með sama prjónaþol ég var með en samt það er ekki langt í það og mér líður betur núna með prjónana í höndunum heldur en fyrir aðgerðina. Þannig að það er rosalega jákvætt. Og ég er bara spennt að sjá hvort að hversu mikinn bata ég fæ út úr þessari aðgerð. En þetta þýtt það náttúrulega að öxlin sem átti að fá svaka hvíld út úr þessu fekk náttúrulega bara ekkert eitthvað svaka hvíld en jú, ég er náttúrulega í fríi frá æfingarsalnum á meðan að þetta er alltaf gróa. Þannig að jú, þetta er allt gott. En það var rosa gott að geta haft prjóna á þessum erfiðu dögum. Og bara, þetta er greinilega bara mín sálhjálp að gleyma mér með prjónana. En svo er sjálfsagt fyrir mjög marga aðra. Þetta er bara eitthvað konar jóga. En ég bara þakka innilega fyrir í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra vinnuvikna og minni á að sokkaprjónavélin er komin á blúsandi siglingu og þakka fyrir og sjáumst hér. Takk fyrir, bye!